Það er tap, 20 stiga tap í þessum lokaleik tímabilsins. Hvernig er tilfinningin svona beint eftir leik? Hún er svona súrsæt eiginlega. Mér fannst við spila vel á löngum köflum í fyrri hálfleik en töpum á mikið af boltum og gáum á mörg sóknarfráköst, bara þetta klassíska. Saman má ég tala um að við höfum gert vel í síðasta leik. Það er ógeðslega klísukent að segja að það hefur verið gert útslagið. Það skora 33 stig eftir tap af bolta og 18 stig eftir sóknarfráköst. Það er 51 af 98 stigum. Rosa mikið. Effortleysi? Nei, ég meina effortleysi, við vorum alltaf þreyttar, augljóslega. Og ég ætla ekki að kenna því þær eru líka bara frábærar í því að þvinga tapa af bolta og ná í sóknarfráköst. Og bara til hamingju Stjarnan með flott tímabil og þær eru verðskulda á leiðinni upp í efstu deild. KR klárar tímabilið í útgjörndunarstundum 3-1. Hvernig metur tímabilið svona heilt eftir leik? Bara allt í lagi, 6,5, ekki mikið meira en það. Mér langaði að taka skrefið upp, augljóslega. Okkur langaði að taka skrefið upp en við erum með ungan og mjög efnilegan hóp og flotta stelpur í bland við þær reynslu meiri og höldum bara áfram að byggja upp. Svo erum við góða flokka fyrir neðan líka sem að fara að koma upp í meistaraflokkinn, þannig að við erum ekkert að örvænta þó við förum ekki upp í ár, þá er það bara áfram gakk á næsta ári. Væntanlega fara næstu dagir í að loka samningum og einn af þeim verður væntanlega þinn, eða þú með samning? Nei, ég renn út á samning núna 1. maí en býst við að fá allavega samtal og ræðum það á næstu dögum bara. Ég ætla nú bara að taka mig smá pásu, svo erum við ennþá að spila í 12. flokk, við erum að fara í úrslitakeppni þar og ennþá í baráttunni í 9. og 10. flokk, þannig að KR er ennþá einhverja Íslandsmeistaratitla í vor, hvenær megin, aldrei þessu vant. Bestu hækkir fyrir. Takk fyrir.